Árið 2010 rak Beinagrind 25 metra langrar steypireiðar á land á Skaga. Hún hefur nú verið hreinsuð og færð til varðveislu á Hvalasafninu á Húsavík. Við heimsóttum safnið sem kemur vel undan sumri enda gríðarlega mikið af ferðamönnum á svæðinu þetta árið. Ég held líka við vorum svolítið heppin með veðrið, þetta er svona, kannski að segja þetta er mjög gott safnaveður. Já, inniveður. Inniveður sko, þannig að þetta var alveg, það var marga daga það sem var bara, það var bara stappað hérna inn í fólk og nánast bara öxl og öxl. Þannig að ég skal bara viðurkenna, ég er ekki búinn að taka saman alltaf fjöldan alveg núna, en ég sé það á svona innkomana inn í safnið að við erum svona vel yfir í fyrra, þannig að þetta er allavega fleira heldur en í fyrra, ég er nokkuð viss um það. Og samkvæmt nýjustu tölum þá fer það örugglega bara vaxandi og verður enn meira? Það gera það náttúrulega og þá náttúrulega líka fleira ferðamenn til Íslands í ár heldur en í fyrra, það skýla sig náttúrulega alltaf út á allt, en það skýla sig inn í safnið og þannig að það verður líka meira. En eru Íslendingarnir duglegir að koma líka? Nei, það er afstætt, en þetta náttúrulega, ég veit ekki, en þetta náttúrulega sko 95, 96, 97% af öllum sem kemur hérna í safnið eru erlenda ferðamenn. Þetta er mjög sjaldan að menn sér Íslendingar hérna inni, já. En þeir eru að bjóða upp á svona aðeins meira líka fyrir íbúana hérna á svæðinu, eitthvað sem heitir Hvalaskólinn. Hvað getur þú sagt mér af honum? Já, Hvalaskólinn er er skóli sem við erum að bjóða upp á fyrir og nú man ég ekki, ég held að sé 4 skólastig, allavega 3. Eitt skólastig í leikskóla og svo hinn er í grunnskólanum. Og hann er yfirleitt á vorin og þá kemur krakkarnir hérna niður, þetta er verkefnastjóra mín, hún Huld Hafliðadóttir sem sér Hvalaskólinn, hún er að labba hérna safnið með börnunum og fer í svona ýmis verkefni, þau fer út á ströndin, þau fer í Hvalaskólinn og svoleiðis. En þetta er svona, þarna er við að reyna að tengja krökkum hérna á Húsavík inn í safnið og reyna bara að fá þeim til að átta sig á hvað er að gerast bæði niður á höfninni og líka hvað er til hérna út í flóanum. Þið eru vanalega með opið á veturna en ég sá það á skiltinu hérna fyrir utan að þið ætla að loka í vetur. Hvers vegna er það? Já, við lokum hérna 21. september og það stemdi því að opna aftur 1. mars og það er út af því að við erum að fara nánast bara gjörsamlega umbylta hérna inn að breyta sýningun okkar og þá náttúrulega út af því að steypireiðin kom. Fyrir hlutu steypireiðin kom hérna 24. september og seinna hlutan kemur á morgun og eins og mann sér það beinanleika bara út allt safnið, það er ekki hægt að bjóða upp að fólk kemst ekki að skildum og líka bara þegar við förum að hanna þetta þá það er ekki hægt að hafa fólk sviður. Steypireiðar eru stærstu dýr jarðar en fullvaxin steypireiður getur orðið alltaf 30 metra löng og vegið frá 100 til 190 tonnum. Jan útskýrir að þessi gríðarlega þyngd sé aðeins möguleg hjá skepnum sem lifa í vatni eða sjó þar sem þær eru þyngdarlausar í slíku umhverfi. Ekki einu sinni risaeðlurnar komast í hálfkvisti við steypireiðina að þyngd. Í öllum heiminum eru einungis 5 til 10 svona beinagrindur til sýnis, svo þetta er mikill fengur fyrir safnið. Og þetta er ekkert smá ferlíki. Nei. Til dæmis bara þetta flikki hérna bak við okkur, hvað akkurat er þetta? Þetta er kjálkana af steypireiðin og þetta sé 6,5 metra langur. Þannig að mann geta ímyndað sér að þessi stykka mér 6,5 metrar. Þetta er svakalega stórt og mann var búinn að sjá myndir af þessu og mann var búinn að heyra þetta hvað það var stórt. En það er ekki fyrir mann fyrst byrja svona að reyna að tróða þetta hérna inn í safnið, mann virkilega ekki að segja grein fyrir hvað þetta sé alveg svakalega stórt. Og þá við erum með hrefna hérna rétt fyrir ofan og það sé með líka kjálkana hrefnunni og þetta bara svo síld. Já, þetta kemst bara inn í þetta bara sko 100 sinnum. Þetta er alveg ótrúlegt. En
núna þurfum við náttúrulega að raða allri grindinni saman og græja þetta þannig að sé hægt að sýna þetta en fram að þessu hlýtur að hafa átt sér stað dálítið mikil vinna því að það er ekki allavega eins mikil lykt og maður myndi ímynda sig. Nei, það er svona smá keimur. Nei, það er smá, já, það er bara það verður bara hluta sýningunni. Já. Það jú, það hefur náttúrulega, þetta er náttúrulega búin að vera mikið vinna, þetta er náttúrulega Náttúrufræðistofnun Íslands sem hefur séð þetta, hann heitir Þorvaldur Björnsson, hamskeri, som hefur þannig, som fór þarna út á Skaga 2010 og tók þetta í sundur og hann er þannig sem er búin að fylgja eftir þegar hann greip síðan þá og það verður líka hann sem kemur til með að raða þetta saman aftur. Hér, dýrið sjálf var 25 metra, ég held að grindin sé rétt rúmlega 21 metra. Kemst það hérna inn? Já, það er svo rétt sleppið til. Ég með 19 metra hérna inni þannig að hún kemur til með að leika svona pínlítið svona smá boga. Já, akkurat. Já. Og þetta, núna er þetta allt í bara pörtum hérna? Já, út um allt safnið. Út um allt, já. Og þið, nú er bara næsta verkefni að raða þessu öllu saman? Já, það er náttúrulega eins og ég sagði það kemur seinni hlutin af grindan kemur á morgun og þannig að það sýningarhönnuðurinn, hann kemur, hann var í síðustu viku og kemur aftur á föstudaginn og þá förum við svona að vera svona sammála hvernig við erum að fara að gera þetta og ég stefnir að því að við byrjum að raða þetta saman svona, hvað ég segja, einhvern tíma svona í miðjan nóvember eða eitthvað svoleiðis og þá er við kannski búin að raða þetta saman svona 1. desember og þá verður það svona frágang af búa til skildi og svona, já. En almenningur getur sérst komið og séð grindina hvenær í mars? Já, 1. mars. Við stefnum því að opna 1. mars aftur. Þetta er ótrúlega spennandi og það verður gaman að koma hérna 1. mars. Já, verið hérna velkomin.